Góðan daginn, gott fólk og verið velkomin í Akraneshöll með okkur á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og Símann. Hér framundan IA IBVF í Lengjubikar Kalla. Þetta er leikur sem átti að vera síðastliðinn laugardag en var frestað vegna veðurs. Og við ætlum að taka smá tíma hérna fyrir leik að fara yfir byrjunarliðin og leikmannahópana. Byrjum á heimaliðinu. Í markinu stendur númer 1 Skarphéðinn Magnússon. Við bárust þær fréttir áðan að Árni Snær Ólafsson sem vanalega stendur í markinu hjá IA, já hann stendur ekki bara en ver mark IA, meiddur á hné og því ekki leikhæfur í dag. Fyrirliði Skagamann Arnar Már Guðjónsson nr. 11, aðri leikmenn eru nr. 2 Hörður Ingi Gunnarsson, nr. 4 Arnór Snær Guðmundsson, nr. 8 Aron Ímir Pétursson, nr. 10 Ragnar Leósson, nr. 14 Ólafur Valur Valdimarsson, nr. 15 Hafþór Pétursson, nr. 18 Stefán Teitur Þórðarsson, nr. 22 Steinar Þorsteinsson og nr. 26 Hilmar Halldórsson. Lið IBVF þannig skipað í dag. Í markinu nr. 22 Derby Rafael Carrillo Berduo. Takk fyrir það. Nr. 30 fyrirliði Atli Arnarsson. Aðri leikmenn eru nr. 2 Sigurður Arnar Magnússon, nr. 3 Alfreð Már Hjaltalín, nr. 6 Dagur Austmann Hilmarsson, nr. 8 Prisley David Keithley sem nýkominn til IBVF, nr. 9 Breki Ómarsson, nr. 10 Shahab Zahedi Tabar, nr. 17 Ágúst Leó Björnsson, nr. 24 Óskar Elias Soega Óskarsson, nr. 26 Felix Örn Friðriksson. Varamenn í dag hjá IA eru nr. 5 Birgir Steinn Ellingsen, nr. 7 Þóruður Þorsteinn Þórðarsson, nr. 16 Viktor Helgi Benediktsson, nr. 19 Bjarki Steinn Bjarkason, nr. 20 Alexander Már Þorláksson, nr. 21 Guðfinnur Þór Leósson og nr. 12 varamarkmaðurinn Aron Bjarki Kristjánsson. Hjá IBVF eru öllu færri á bekknum en þó 5 manns. Nr. 14 Nökkvi Már Nökkvason, nr. 16 Róbert Aron Eysteinsson, nr. 23 Frans Sigursson, nr. 33 Eyþór Orri Ómarsson og nr. 21 Halldór Páll Geirsson. Þjálfari Skagamanna að sjálfsögðu Jóhannes Karl Guðjónsson og aðstoðarþjálfarar hans eru Sigurður Jónsson og Páll Gísli Jónsson. Markmannsþjálfari hjá IBVF þjálfari Kristján Guðmundsson og aðstoðarþjálfarar hans eru Jón Ólafur Danielsson og Andri Ólafsson. Þessi lið að sjálfsögðu í sitthvorri deildinni. Í sumar. Annað liðið að sjálfsögðu í Pepsi-deildinni. IBVF þar að fara að spila en Skagamenn fjallu sem kunnugt úr Pepsi-deildinni síðastliðið haust og verða í Inkasso-deildinni. Þannig að það er spennandi að sjá stöðuna á IA-liðinu hér gegn efstu deildarliði IBVF. Við komum aftur að vörmuspori og færum ykkur þennan leik.
Já, þetta alltaf bresta á hjá okkur. Það kannski rétt að minnast á dómaraleiksins sem eru í dag Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson með flautuna og með honum eru Oddur Helgi Guðmundsson og Vjatsjeslav Títov aðstofadómarar. Þetta að fara að bresta á, liðin eru tilbúin hérna út á vellinum og bíða þess eingöngu að dómaraleiksins fylgi þeim eftir. 4 mínútur í leik eða svo. Og það Þetta eini leikur dagsins í Lengjubikarnum, enda Lengjubikarinn iðulega spilaður helgi. Eins og áður sagði þetta leikur sem átti að spilast á laugardaginn síðastliðinn, en var frestað vegna þess að Vestmannaeyingar komust ekki frá Eyjum þar sem að Herjólfur sigldi ekki í óveðrinu sem þá gekk yfir. Fyrir fótbolta áhuga menn að þá strax eftir þessu útsendingu náttúrulega ekki úr vegi að kíkja á enska boltan, stórleikur þar í kvöld, Arsenal og Manchester City að eigast við. En okkur þannig séð sama enska boltan akkurat núna. Við erum komin hérna til þess að fylgjast með IA og IBVF eigast við. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og mun fylgja ykkur í gegnum þennan leik. Með mér á myndavélinni Arnar Óðinn Artórsson sem svo oft áður, en þá þetta allt að verða klárt, menn að raða sér upp til að heilsast. Samheldni Vestmannaeyinga sem aldrei fyrr, eins og við sjáum. Ef einhverjir Vestmannaeyingar að horfa á þetta þá byggjum við náttúrulega sjálfsögðu fyrir frábærar kveðjur út í Eyjar. Og á svona persónulegu nótunum að þá ef að hann frændi minnan Erlendur að horfa á þetta, sem mikill fótbolta áhuga maður og Vestmannaeyingur, og þá biður Öddi frændi kærlega að heilsa. Já, við erum alltaf á persónulegu nótunum hérna á IA TV. Þetta þetta á að vera svona heimilislegt og þægilegt. En þetta alveg að fara að bresta á nú. Hittast þeir fyrirliðarnir Arnar Már og Atli. Og skera úr hverjir ætla að fá að byrja þennan leik. Já, allt klárt, Skaginn byrjar. Það Ólafur Valur sem að býr sig undir að taka fyrstu spyrnu leiksins. Það eru nú einhverjar breytingar á byrjunliðinu Skagamanna síðan í síðasta heimaleik allavega. Aron Ímir þarna í hægri bakverðinum og einnig kemur hann inn í liðið. Hann Hilmar Halldórsson sem spilar hérna úti að hægra megin á kantinum. Þetta komið á stað. Skagamenn byrja á að pressa hérna og hér strax færi eða hvað? Nei, Derby kemur út úr markinu og handsamar hann. Skagamenn ætla að ógna hérna strax í byrjun. Þá koma Vestmannaeyingar. Felix finnur Atla, þeir spila þetta hérna yfir. Skagamenn falla niður, reyna að loka á þá.
vel gert þarna, Hörður, en Vestmannaeyingar halda boltanum. Breki upp í horninu. Kemur honum út á Shahab. Hann leitar inn á völlinn og með skot hér sem er beint á skarpiðin í markinu, sem að grípur örugglega. Og kemur langur bolti, en full langur, en Skagamenn vinna innkast. Verðist vera uppleggið að vera snöggir að koma boltanum fram völlinn. Ólafur, Aron Ímir, tilbaka á Ragnar. Ragnar finnur Arnar Má, Vestmannaeyingar detta vel tilbaka. Arnar með vippar hérna yfir á Hörð. Úti vinstri megin sem að finnur Steinar. Og aftur á Hörð, þá kemur fyrirgjöfin. Þar er Stefán Teitur í baráttunni, en þeir ná að skalla þetta frá, en ekki langt. Ragnar á Hilmar og það er skot. 2 markskot hérna á fyrstu 2 mínútunum. Derby spyrnir á markinu. Arnar Már vinnur það. Stefán Teitur og Ólafur síðan. En Vestmannaeyingar ná að koma þessu frá og eru hérna að gera sér líklega, en Arnór Snær nær boltanum. Ragnar út á Aron Ími. Hilmar. Það er pressað á hann hérna, Felix pressar stíft, en Hilmar heldur honum frá sér og fær að lokum aukaspyrnu. Hafþór kemur hérna upp með boltan. Löng sending hérna fram í áttina Steinari Þorsteinsinni sem að nær boltanum. Kemur hérna á Óla Val inn á miðuna. Hvað gerir hann? Hann leggur hann út á Ragnar Leósson sem að tekur skotið, en það er framhjá. Já, fer fjörlega á stað hjá okkur. Þá kemur markspyrnan frá Derby út til hægri, það er Shahab, en frábær pressa hjá Herði, en hann nær ekki til boltans. Shahab reynir sendinguna, en það er grimmir Skagamenn hérna. Ólafur Valur með menn á eftir sér, næra kom hann hérna á Ragnar Leósson. Aron Ímir finnur Stefán Teit í fót sem að reynir að snúa, missir hann aðeins og langt frá sér og Vestmannaeyingar komast í boltan, en frábær pressa hjá Hilmari sem að næra að vinna boltan aftur, fellur svo við. Steinar með ævintýralegt skot, ævintýralega langt framhjá, en mikil ákveðni hérna í Skagamönnum á fyrstu mínútum leiksins. Vestmannaeyingar reyna að fara hérna upp vinstra megin, en halda honum ekki inn á vellinum. Fimm mínútur liðnar og staðan ennþá 0-0. Það er búið að vera hérna, hérna er brot. Sá ekki hver það var sem að braut, en það var Hörður Ingi sem að féll.
Hörður tilbaka á Ragnar. Sjáum að Vestmannaeyingar falla vel tilbaka. Þeir eru með alla sína menn á eigin vallarhelmingi þegar Skaginn er með boltan. Það er einungis Breki sem að pressar hérna frammi og þarna skilaði árangri. Arnór reyndar kemst hérna inn í sendinguna. Hörður Ingi úti vinstra megin, Ragnar en vel lesið þarna. Sýndist það að vera Alfreð Már sem að komst inn í boltan. Shahab tilbaka og Óskar aftur á Darby sem að hreinsa frá með vinstri en það er upp í loft og innkast sem að Skagamenn eiga. Kemur löng sending en þarna er enginn. Aron Ýmir þarna ætlaði sér að finna Stefán Teit en hann var víðs fjarri og Derby handsamaði boltan. Þá koma Eyjamenn, klaufagangur þarna hjá Prísli og Stefán Teitur kemur á ferðinni. Ólafur Valur var með honum en fín vörn þarna hjá Vestmannaeyingum. Það var kannski full lengi aðtefna sig þarna. Arnar Már tilbaka á Hörð. Hörður inn á völlin aftur á Arnar og Arnar finnur Hörð hérna upp í horninu en Sigurður Arnar á undan í boltan og hreinsar. Hanna Steinar Þorsteinsson, hann ætla sér upp að endamörkum hérna, nær fyrirgjöfinni, boltinn hátt í loft upp og Stefán Teitur nær að snúa á glæsilegt mark hjá Stefán Teit Þórðarsinni. Neldan hérna undir slána með vinstri eftir frábæran snúning, vandræðagangur í vörninni hjá Vestmannaeyingum og virkilega vel gert hjá Stefáni. Markið á 9. mínútu leiksins. Þá það staðfest hér. Þetta er ekkert minna en Skagamenn áttu skilið miðað við fyrstu mínúturnar hérna. En Vestmannaeyingar ætla hérna að svara en hér er hætta eða hvað? Nei, þetta rennur út í sandinn. Þokkalega mætt í höllina þrátt fyrir þennan leiktíma. Það er kannski ekki úr vegi að ef að einhverjir í Vestmannaeyjum eru að horfa á þennan leik og hafa fundið þetta hjá okkur að deila slóðinni á leikinn til ykkar félaga í Eyjum. Við viljum að sjálfsögðu að sem flestir fá að njóta. En hér kemur langt innkast. Steinar fær hann hérna upp í vinstra horninu. Er ekki brotið á honum hérna. Ekkert dæmt. Ég gæti ekki betur séð en að farið hefur verið í fætnar á honum hérna. En ekkert dæmt. Og við gerum ekkert stórmál úr því. Þetta er svo sem hefur verið undanfarin ár erfiður árstími fyrir Vestmannaeyinga. Svona liðið er að
verða til svona síðustu mánuðina fyrir mót, en svo hefur það nú haft á tilhneigingu að reddast hjá þeim hingað til og vonum að sjálfsögðu að það verði áfram þeirra vegna. Steinar tilbaka á Hörður búinn að koma vel inn í þetta IL með frábæra sendingu þarna og Stefán Teitur hættulegur í loftinu, skallar hann yfir. Stefán Teitur hættulegur hérna í uppáðuleiks. 11 mínútur liðnar, staðan 1-0 fyrir heimamenn. Þá kemur Derby með spyrnu frá marki. Og Atli skiptir hérna yfir til hægri, þar er Shahab. Hann er að snúa, kemur með boltan síðan inn á teiginn og þar er hlaup, en hér er stór hætta. Skarphéðinn Magnússon ver frá Breka Ómarsinni sem þarna var kominn. Já, það þýðir ekkert að afskrifa Eyjamenn hérna. Þeir geta ógnað. Og fyrsta hotspinna Eyjamanna í leiknum. Það er Shahab sem tekur hana, en Ragnar Leósson er þarna fyrir fyrsti maður og reynsar hann út á kantinn. Það er Óli Valur að ná valda honum, en það tekst ekki. Innkast sem að IBVF á hérna vinstra megin. Til móts við vítategs línu. Shahab tekur það. Þar kemur Felix Örn inn á völlin. Finnur Ágúst og hann á Shahab. Og Shahab er ennþá með boltan, vel gert hjá honum, en Hilmar pressar og næra koma honum í hot, önnur hotspinna á stuttum tíma sem að Vestmannaeyingar eiga. Þá kemur á vettvang fyrirliðinn Atli Arnarsson og ætlar að taka þennan og snúa hann inn á markinu væntanlega. Réttfættur. Þetta kemur inn á vítapunktinn, en Skagamenn hérna í boltanum og önnur hotspinna. Aftur þarna Breki Ómarsson sem endaði með boltan og skaut honum í Hilmar Halldórsson, sýndist mér, og út fyrir. Nei, það var það Hörður Ingi, það skiptir ekki öllu. Þá er Shahab með hotspinnuna hægra megin með vinstri. Þetta er inn að markinu, en Hörður skallar þetta frá og svo Stefán Teitur, en Vestmannaeyingar halda honum. Felix reynir langan bolta yfir, þetta endar hjá Shahab og hann með bara skot af löngu færi, en Skarphéðinn verð þetta. Það myndi ætlast til þess að Skarphéðinn myndi verja þennan og grípa hann jafnvel. Það er hægt að gera þá kröfu. Arnar Már, nú reyna Skagamenn að sækja hratt. Aron Ímir vantar hann stuðning. Óli Valur færa hann og Aron bauð sig aftur þarna, en kemur tilbaka á Ragnar Leósson. Ragnar Leósson auðvitað fyrirverandi leikmaður í IBVF. Fínt spil hérna, Hilmar Halldórsson uppi í hægra horninu og hann vinnur hotspinnu fyrir Skagamenn. Þess mátti gamans geta að þetta er 40. og 8. opinbera beina útsendingin á IATV á því 1,5 ári sem að síðan við byrjuðum, og færist í aukana frekar en hitt sem er bara stórkostlega gaman. Og þá kemur Ragnar með hotspinnuna út í teiginn. Þarna náði Hafþór ekki valda boltanum. Aron Ímir í baráttu við Ágúst Leó og hefur betur. Hörður Ingi kom hann til hjálpar. Skiptir hérna langan yfir á Óla Val sem að reynir hérna að komast framhjá, en er svo dæmdur brotlegur. Fellur við og nú veit ég ekki hvað skila sér af hljóðum hérna úr húsinu, en Jóhannes Karl ekki hrifinn af þessu.
15 mínútur liðnar og staðan 1-0 með marki Stefáns Teits á 9. mínútu. Vestmannaeyingar ekki náða að ógna almennilega marki Skagamanna hingað til. Það hafa átt nokkur skot utan af velli en ekkert sem að hefur virkilega truflað Skarphéðinn í markinu. En mark Stefáns Teits stórglæsilegt. Þannig að ef þið mistuð að því þá hvet ég ykkur til þess að spóla tilbaka einhver tíman þegar það er dauður tími í leiknum. Það er að sjálfsögðu kostunum við að horfa á þetta á YouTube. Það er að geta dregið sleðan. Það voru Vestmannaeyingar hérna að gera sér líklega en Arnór Snær náði að skalla þetta frá og Aron Ýmir lúrar þessu síðan upp í þak eða upp í loft. Heitir það ekki innan frá séð. Óskar og Atli skiptir yfir á Sigurð Arnar. Eyjamenn að ná smá ró í sinn leik núna eða hvað, en Skagamenn loka vel svæðunum fyrir þeim. Kemur langur bolti fram og Breki þarna í baráttunni en hann er svolítið einmanna þarna. Arnór sem er langan bolta í áttina Hilmari en Felix skallar þetta frá og kemur Atli. Svo kemur hérna löng sending fram á og það er Ágúst sem að fleytir honum áfram en Arnór Snær var þar og hreinsaði þetta í innkast. Skipting yfir, það er Prísli sem að skiptir yfir á Shahab og það eru Skæri og flott heit og Steinar Þorsteinsson dæmdur brotlegur og er ekki par hrifinn af því en ég held svo sem að það hafi ekkert verið mikið við þess að segja. Og þetta er aukaspyrna á hættulegum stað sem að Eyjamenn eiga og það er Shahab sem tekur þetta sjálfur. Fullt af bláum treyjum í teiknu núna. Vestmannaeyingar í varabúningum sínum í dag. Já. Ef að sögurnar sem ég heyrði á hann eru sannar þá er það áhugaverð ástæðan fyrir því en hérna kemur bara skot á næstöngina en framhjá og ég held svo sem ekkert að bera þá sögu áfram þar sem að hún er óstaðfest og við erum ábyrgur fjölmiðill og eldumst ekki við sögursagnir. En eins og ég kom inn á í byrjun þá Árni Snær Ólafsson sem að er nú aðalmarkmaður Skagamanna var ekki dæmdur leikfær í dag. Hann er meiddur á hné eftir því sem okkur skilst. Eftir nokkuð áreiðanlegum heimildum þá koma Skagamenn. Steinar fyrirgjöf, Hilmar þarna lúrði fyrir aftan Felix sem var á undan í boltan. Þarna voru þeir tveir Skagamenn á móti honum einum. Og aftur hotspyrna Skagamanna. Nú kemur Ragnar Leósson. Tekur þessa spyrnu eins og aðrar svo sem. Kemur þessi bolti inn á markteiginn og Hafþór komst í þennan og skallaðan en framhjá. Skagamenn töluvert líklegri til þess að bæta við mörkum heldur en að Eyjamenn jafni. Mitt hlutlausa mat. Darby spyrnir frá. Og Ágúst Leó fleytir áfram, hann er sterkur í loftinu þessi strákur.
virðist vera, hann er búinn að vinna nokkra skallabolta en það vantar að þeir eldi og taki annan boltan. Vestmannaeyingar, Ragnar í áttina Stefán Teit sem tekur hann vel niður. Var hérna með Óskar í bakinu, kemur sendingin yfir á Steinar en vel gert hjá Degi Austmann að hirta á honum boltan. En Arnór Snær skallar þetta niður á Ragnar Leósson sem finnur svo Hafþór leysa þetta vel Skagamenn. Hörður Ingi, gaman að sjá að bakverðinni spila framalega hjá IA. Væntanlega myndi þetta flokkast undir einhvers konar 4-3-3 og Óli Valur í fínu færi hérna á D-bóanum en nær ekki að stýra svo markið. Skotið töluvert yfir en skyndilega var hann hérna á auðum sjó og hafði meiri tíma heldur hann gerði sér grein fyrir sennilega. 20 mínútur rúmar liðnar og þetta lítur allt mjög vel út fyrir okkur heimamenn hérna. Ragnar vinnur þennan í loftinu en Aron stingur þessu upp í hornið og Stefán eldir. Hann kemur þessu út af Óskar Elías og hann fær að berjast þarna við Stefán Teit og kemstur hann fyrir hann en Arnór öruggið uppmála þarna í vörninni á IA. Langur bolti hérna, vel gert, vel tekið niður hjá Steinari og Steinar leggur á stað, fær stuðning frá Herði, aftur át á Steinar, vel spilað, aftur að hann leitaði hérna Herðinga, aftur skemmtileg hugmynd en hann vantaði aðeins upp á að framkvæma þetta nógu vel. Spila boltanum vel sín á milli Skagamenn, fín hreyfing án bolta, alltaf stuðningur fyrir boltamannin. Darby, það er Hafþór sem að skallar þetta upp í rjáur. Hafþór vinnur þetta í loftinu, Ragnar hælar þetta á Steinar og fær hann aftur. Var ekki jafnvægi til að taka við boltanum hana. Arnar Már snýr, vel gert. Hafþór Pétursson, Ragnar, eins og segir, nóga möguleikum hérna. Duglegir að bjóða sér í boltan báðir miðjumennir hérna, Arnar Már og Ragnar. Hörður Ingi fær mikið pláss hann út á vinstarkantinum og hann ætlar sér í skot hérna með hægri og Derby rétt nær að grípa þetta svo fyrir rest. Stefán Teitur var hann eins og gammur klár í slaginn að pota þessi fínt skoti á Hörð Inga. Arnór, Aron tilbaka á Skarphéðinn, Felix pressar á hann, ekki Felix heldur Breki. Aron séð með langan bolta, Ólafur Valur tekur hann niður, stingur honum yfir til vinstri, þar sem Steinar er á ferðinni, nær til boltans en nær ekki að koma valdi á boltan. Dagur þarna gerði vel, stíga hann út en Steinar gríðarlega fljótur, hann var hérna þurfti að vinna upp hérna inn að 2-3 metra á sprettinum en hann var ekki vandamálið, hann var þá undan í boltan en ekki nóg til þess að ná almennilega valdi á honum. Derby með allt og hátt spark hér frá marki og upp í eina sperruna. Hinn argasti sýnist mér en innkast hjá Skagamönnum. Hörður kastar hérna inn á Stefán Teit sem hefur pláss. Kemur hún á Ragnar Leósson sem finnur síðan Aron Ími. Aftur á Ragnar. Hann er undir pressu. Fín pressa hérna hjá EM-inu núna. Prísli var hérna í bakinn á honum en þeir leysa þetta vel. Skarphéðinn. Hafþór. Aftur á Skarphéðinn. Vel leyst.
En Breki alltaf klári að ráðast á það hana, en það langt í næstu menn hjá Vestmannaeyingum. Ragnar, þá kemur Breki í pressuna. Atli skallar þetta frá, en Aron Ýmir dæmdur brotlegur hana, ítti í bakið á Ágústi. Fá Vestmannaeyingar tækifæri á að sækja Shahab hana. Þetta svona virkar pínu handahófskennt. Þeir hafa ekki þolinmæði í það gefa sér ekki tíma og þolinmæði í það að spila boltanum niðri, koma, finnst mér full fljótt með svona langa desperation bolta, örvendinga bolta. Stefán Teitur hérna, og það dæmt hendi, nei, það ekki dæmt hendi. Það nú ég ekki viss hvað verið að dæma hérna. Jú, það skamenni að þennan bolta. Arnar, aftur á Arnór, og þá pressa þeir. En skamenn leysa þetta vel, Ragnar dettur hérna niður í stöðunars Arnórs. Löng sending yfir á Hörð. Ekki góð og Hörður missir hann út af. Shahab skipting hérna yfir á Óskar. Sjá hvort þeir gefa sér tíma, en þetta skamenn loka vel. Fínar færslur og staðsetningar og vel gert hann hjá Ragnari, sterkur, en hann með 2 menn á sér hann en kemst út úr þessu. Arnar síðan finnur Aron Ými sem kemur svo með langan bolta, oflangan fyrir Stefán, en losaði pressuna engu síður. Óskar kemur hérna upp með boltan, finnur Felix og tilbaka á Óskar sem að skiptir síðan yfir á Sigur Arnar. Það virkilega gaman að segja frá því að við erum að nálægt í að slá hérna persónulegt áhorfsmet í þessum leik. Þetta frábært. Virkilega gaman að því. Eflaust margir í Vestmannaeyjum og ég ítreka kveðjur okkar þangað. Felix komin upp í vinstra hornið. Fín pressa hjá Hilmari sem að kemur honum út af. Felix, Arnar pressar á hann og Hilmar, en þetta endar í markspyrnu frá marki Ía. Hálftími liðinn, staðan sem fyrr 1-0, mark Stefáns Teits Þórðarssonar á 9. mínútu skilur liðin að. Sparkað hérna yfir á vinstri, Arnar Már fleytir þessu áfram, en þetta út af. Fín barátta í skagaliðinu, en vel gert þarna hjá, sýnist að vera Alfreð Már sem að ná að vinna boltan, en mista hann svo aftur. Arnar Már reynir að finna Ólaf Val, en gengur ekki. Það er kannski rétt að minna á það að IA TV að sjálfsögðu á öllum svona helstu samfélagsmiðlum. Þið getið fundið okkur með því að leita að IA TV á Facebook og með því að leita að IA TV á YouTube og endilega gerast áskrifundur á rásin okkar þar og fáið tilkynningu í hvert sinn sem að við förum í loftið.
sjálfkrafa en einnig erum við á Twitter þar sem að hendillinn okkar er @ia_sjónvarp og okkur þykir alltaf vænt að fá einhverja orðsendingar og skilaboð frá þeim sem að er að horfa. En hér koma Vestmannaeyingar. Fín sending hérna inn á Ágúst Leó sem að rennir honum fyrir markið. En þar var enginn til þess að hjálpa honum yfir línuna. Þetta var sannarlega hættulegt. Sennilega var þetta nú skottilraun hjá honum. En boltinn rann alla leið fyrir markið og svo framhjá því. En Skagamennur konur með boltan hérna. Arnar Már skiptir yfir á Aron Ími. Hann er hérna á flegiferð upp hægra megin. Finnur Hilmar Halldórsson. Hilmar á Ragnar. Arnar Már. Hafþór. Steinar reynir skotið. Þetta er nú fyrsta skottilraunin í töluverðan tíma hjá Skagamönnum. Vestmannaeyingum hefur aðeins tekist að halda þeim frá markinu. Svona seinni hlutan af því sem búið er. En á aftur sparkar derby upp í rjárin. Þetta er ókosturinn við að spila innanhús. Og svo sem eins og veðrið var í dag á Akranesi hefði nú ekkert verið að spila þennan leik úti, en að sjálfsögðu engin völlur svo sem tilbúin í það, en eftir mikið kuldaskeið hérna undanfarið þá er bara aldrei þessu vant. Dandala blíða á Akranesi eins og eflaust víðar á landinu. Eflaust líkt og í Suðureyjum. Óli á Hörð. Hörður reynir svo fyrir gjöfina, en þetta rekkur fyrir Steinar með frábæra hælsendingu hérna inn á Óla Val sem að reynir að finna Stefán Teit. Tekst ekki. Arnar Már með boltan. Hörður Ingi, hann bara kemur önnur hælspyrna inn á Óla Val. Það er einhver tíska núna að senda með hælnum á Óla. Vestmannaeyingar ná að hreinsa. Skemmtilegi sprettir í þessu. Þarna er brotið á Ólafi Val, síns með Shahab, þarna fór aftan í hann. Og aukaspyrna á fínum stað sem að Ragnar Leósson býr sig undir að taka. Fullt af Skagamönnum í teiknum. Og hér kemur fastu bolti. Steinar missir hann, það fer rétti yfir Steinar Þorsteinsson hann. Og þessu er haldið inn á, en Shahab kemst í hann og Hörður Ingi svo Óskar komaðir út úr vörninni hérna. Finnur Felix sem að spila tilbaka. Þá kemur löng sending inn fyrir, eða í áttina af Shahab sem að ætlaði sér að hlaupa hann inn fyrir vörnina, en boltinn út af. Þetta er vel spilað. Shahab með einhverja gafrengar hérna og svo kemur fyrirgjöfin, en Skarphéðinn vandanavaxinn greip þetta örugglega á ekki undir neinni pressu. Kemur langur bolti, en Vestmannaeyingar ná að vinna þetta. Atli á Prísli sem að stingur honum hérna inn á Breka. Hann heldur boltanum vel, skiptir síðan hérna yfir á fjarstöngina. Aron Ímir lætur hann fara og það er aukaspyrna og gult spjald fyrir leikaraskap. Þetta var
Ég ætla að segja það, mér finnst þetta hart að spjaldan fyrir þetta því að í rauninni, sko, ok, vissulega var þetta í rauninni, hefði mér fundist bara rétt að dæma ekkert því að Aron Ýmir, hann vissulega hleypur, kemst í boltan, stingur honum yfir Aron og Aron alltaf getur ekki látið sig hverfa en Shahab hleypur á hann og dettur, hvort hann hafi gert það með fullmiklum tilþrifum en ég veit það ekki, ég er ekki jafn harður á þeirri Pepsi-mörkunum þegar það talaður dýfur, en auðvitað var hann að reyna að fiska á eitthvað sem að eflaust hefði einhverjir dómarar dæmt vítaspyrnu þarna, gæti ég ímynda mér, en svona er þetta, gult spjald á Shahab fyrir leikaraskap, rétt 10 mínútur eftir af fyrri hálfleik og Skagamenn vinna hérna boltan, Hafþór, en Vestmannaeyingar reyna að byggja hérna upp smá pressu síðustu mínútur. Ekki alveg sami bragur á ÍA-liðinu eins og var hérna fyrsta korterið eða 20 mínútur eða svo. En hérna koma þeir, Aron Ýmir stingur hérna inn á Hilmar. Hilmar snýr, Felix í bakinu og snýr aftur, reynir að koma sér í stöðu til að Ragnar fær hérna boltan með fyrirgjöf, Óli Valur, þetta er glæsilega spilað, Ólafur Valur Valdimarsson, frábærlega gert, Stefán Teitur gríðarlega óeigingjarn þarna kom frábær först fyrirgjöf niðri hjá frá Ragnari Leósinni sem að Óli Valur, misti af eða lét fara og beint á Stefán Teit sem að lagði hann í fyrstu snertingu á Ólafal sem var í betri stöðu. Virkilega skemmtilega gert, ég segi ekki annað. Og þetta mark á 38. mínútu var valla búin að sleppa orðinu á því að tala að Skagamenn væri búin að missa dampinn en þá grítaði þessu í andliti á mér og ég þakka þeim kærlega fyrir það. 2-0. Hilmar Halldórsson átti þarna líka stóran þátt í þessu marki, náði að halda boltanum inn í vítateig Vestmannaeyinga undir pressu og kom sér í þá stöðu að leggja hann á Ragnar sem átti þessa fínu fyrirgjöf. Atli, væri hann hérna, Dagur og Atli aftur. Kemur hérna löngskipting yfir á Shahab sem að leggur á stað, Hilmar pressar á hann. Felix aftur á Shahab, þetta er skemmtilega gert hjá honum en Aron kemst í boltan, greinilega nokkuð lunginn með boltan á Shahab. Þá kemur Steinar sem er það nú ekki síður. Óli Valur hlaup hérna upp hægra megin, tekur hann niður, missir aðeins valda á honum en heldur honum þó. Aron Ýmir finnur Ólaf og hann finnur Hilmar aftur á Óla og Steinar hérna með gott hlaup en þeir sáu það ekki, Ragnar, þetta er svolítið lengi að gerast og svo var ekki alveg vita hver átt að taka þennan. Það mest að Óla Valur sá ekki Steinar þegar hann pauði sig hérna, tók hlaupin fyrir vörnina og það vantaði aðeins hérna. Það hefði klálega gengið upp miðjan júlí þegar menn eru komnir í fína leikaæfingu. En þó ég sé nú ekki alveg hlutlaus, þá eru nú Skagamenn að heilla mig í þessum leik, ég verð að segja það. En vel gert hérna hjá Felix, en Aron nær að komast fyrir. Prísli
skiptir hérna yfir á Dag sem að nær ekki að halda honum inn á. Ekki góð sending. Beasley David Keithley eftir því sem ég best veit að spila sinn fyrsta leik og hann hefur nú ekki verið sérlega áberandi í leiknum hingað til en gefum hannum aðeins smá tækifæri að koma sér inn í þetta. Brotið Ólafar hana og aukaspyrna dæmd. Byrja að skaða með hérna rólega Arnór á Hafþór. Þurr á Arnór og þar Ragnar Leónsson. Hann fellur djúpt niður og sækja boltan. Skiptir svo hérna yfir á Hörð. Fín sending. Hafþór. Og Hafþór finnur Stefán Teit sem að leggur hann á Steinar Þorsteinsson. Og aftur, þetta frábært spil. Steinar komin hérna inn í og það skot í stöng. Hilmar fylgir eftir og skorar. 3-0, frábær sókn hjá Skagamönnum. Einstaklega glæsilegur samleikur hérna milli þeirra félaga Steinars og Stefán Teits. Og staðan orðin 3-0 fyrir Skagamenn. Markið á henni markfrægu 43. mínútu. Já, það er ekki gott útliti fyrir Eyjamenn eins og staðan núna. Þarna nú farið í baki á Stefáni Teit sem fellur við. Þá byrja Kristján Guðmundsson. Þeir eru búin að taka sína spretti á bekkjánum hana, báði þjálfararnir. En þetta var klárlega brot. Já, það verður góðu dag þegar að dómararnir verða látnir í friði. Þeir eru að sinna sínum störfum af bestu getu. Frábær sending hérna á Herði á Steinar. Aftur Hörður hérna komin upp í vinstra hornið. Reynir að finna Steinar en gengur ekki. Og þarna dæmd aukaspyrna. Arnar Már sagður vera á undan í boltan og það var Alfreð Már Hjaltalín sem að straujaði hann. Og aftur aukaspyrna á fínum stað og Ragnar sem fyrr spyrnu sérfræðingur Skagamanna. Kemur með hann hérna og Stefán Teitur einn á auðum sjó en skallaði töluvert yfir. Fyrri hálfleik svona að ljúka. Hafþór með skrýtna hreinsun hérna en út af koma Eyjamenn Atli og þá flautað til hálfleik. Staðan virkilega góð fyrir Skagamenn að loknum fyrri hálfleik. Staðan 3-0 fyrir Skagamenn með mörkum frá þeim Stefáni Teit á 9. mínútu. Síðan datt þetta nú svolítið niður hjá Skagamönnum á tímabili en Ólafur Valur Valdimarsson bætti við marki á 38. mínútu og Hilmar Halldórsson síðan á 43. Við
tökum okkur hlé eins og aðrir en komum að vörmu spori með seinni hálfleikinn hér á IA TV í samstarfi við Omnis og Síman. Eftir smá stund heyrjumst við aftur. Sæla sinni.
Jæja, ekki var pásan löng. En við erum komin aftur hérna á IA-TV í samstarfi við Omnis og á Akranesi og Síman. Og við ætlum að færa ykkur síðara hálfleikinn. Skagamenn byrja á að pressa strax. Já, það er nú tölvöld meira en 20 mínútur búnar. Við erum að viðsinnast hérna með klukkuna hjá okkur en við verðum bara að láta ykkur duga að heyra mig segja hvað, en hér koma Vestmannaeyingar, segja ykkur hvað er mikið búið og svo framvegis. Aron Ímir, sjá, það hafa nú ekki verið sjáanlegar breytingar gerðar á Skagaliðinu. Hjá IBVF sé ég aftur á móti skiptingu. Þar er komin inn á miðjuna leikmaður númer, hér er Steinar að sleppa í gegn en fín vörn hana. Leikmaður númer 33 komin inn á Eyþór Orri Ómarsson. Getur nú séð hvort við fáum það einhvers staðar staðfest. Ekki er það komið inn á úrslit.net fyrir hvern hann kemur inn á. Hvort það er ekki Prísli, en hér er Vestmannaeyingar ætla greinilega að koma hérna aðeins ákveðnari til leiks. Síðari hálfleikinn, ég heyrði hluta af hálfleiksræðinu hjá Kristjáni, hún var hressileg. Hún var greinilega ekki ánægð með þessi framlag sinna leikmanna í fyrri hálfleik. En allavega er Eyþór Orri kominn inn á. Og við bíðum eftir staðfestingu á fyrir hvern. Skarpiðin meðan hérna út á Hafþór. Sjáum að Breki er ennþá mjög einmanna hérna fremst á vellinum hjá IBVF. Steinar fær hann hérna, Arnar Már. Alltaf nóga möguleikum fyrir Skagamenn. Já, ég alltaf og ekki alltaf, maður tekur svo til orða en auðvitað ekki alveg alltaf, en Arnór allavega yfirleitt nógir möguleikar fyrir Skagamenn að finna samherja sem er mjög jákvætt. Pressa stíft hann á Ólaf Val og ekki dæmt, en sjáum til, Prísli er ennþá inn á, hvort það er Dagur er ennþá inn á, er það ekki bara, já það er Shahab sem að hefur farið að velli fyrir hann Eyþór Orra. Ólafur Valur tekið niður hann. Hann er ekki ánægður, hann er búinn að fá svolítið að finna fyrir þeim. Það þýðir ekkert að láta það fara í skapið á sig, þetta er bara meðmæli í rauninni. Það er erfitt að stoppa hann öðruvísi. Hafþór kemur hérna upp með boltan, Steinar hörður í utanarhlaupinu, fær hann svo og þetta er ekkert dæmt. Dagur Austmann pressaði þarna á hann að því að mér fannst hann hafa farið í fæturnar á honum, en treysti dómaranum til þess að meta þetta betur en mér. Fín barátta þarna, hann er sterkur í loftinu, Ágúst Leó. Hér er Eyþór að ná boltanum, halda honum inn á. Kemur boltinn inn á teig, Aron Ímir í baráttunni. Felix kominn hérna, reyndi skot en í varnarmenn. Og Aron lætur hann fara út af.
aftur fyrir og markspyrna. Þá eru Vestmannaeyingar þeir eru aðeins ákveðnari hérna fram á við og fleiri fram á við heldur en þeir voru í fyrri hálfleiknum. Steinar skallar þetta og þessi fer upp í, nei, jú, hann fer í rjárinn og Arnór leysa þetta ágætlega hérna í vörninni. Vinnaði boltan hérna á miðunni, Vestmannaeyingar. Fín baráttu hjá Arnóri, næra vinnan tilbaka. Stefán Teitur kemst í boltan, leitar hérna inn á völlin. Finnur Steinar. Steinar aftur á. Stefán með frábært skot rétt framhjá. Það af varnarmanni, ég sá ekki hvort að Derby varði þetta skot en enga síður hornspyrna dæmt. Stefán Teitur góður skotmaður. Ragnar með hornspyrnuna út í teginn. Arnar Már á fjærstunginni með skot að marki en það yfir og framhjá. Var þarna glettilega einn. Sem fyrir þá hvetjum við alla fótbolta áhugamenn til þess að skoða úrslitasíðuna úrslit.net sem er alveg án efa besti staðurinn til að fylgjast með fótboltanum og fótboltaúrslitum í rauntíma. Upplýsingar alla íslenska opinbera leiki og eins leiki í ensku deildinni, spænsku deildinni og fleiri stöðum. Þannig að meðal annars þessum leik. Stefán kemst hérna í boltan, reynir að stinga sér inn fyrir en hann gengur ekki. Sigurður Arnar stoppaði hann er aftur á móti Arnór Snær sem að stoppar þetta. Stefán Teitur eldir hérna og aftur Sigurður Arnar á undan honum. Og hann reynir að reynsa hérna en Steinar pressir á hann. Virkilega góður leikur finnst mér hjá Steinari. Hann er búinn að vera mjög líflegur og mjög virkur í uppspili Skagamanna.
eins og svo sem flestir. Ólafur Valur búinn að vera mikið í boltanum einni og miðjumennirnir Arnar og Ragnar. Þetta er bara, það er varla veikamblett að finna á liðinu í dag. Hver á þennan? Það er Skæin sem á þetta. Hörður kastar tilbaka á Arnór. Og Ragnar dettur vel niður til þess að sækja hann. Tæpsending hérna á Aron en hann nær að finna Ólaf Val en Ólafur nær ekki valda boltanum. Prísli á Eyþór en Arnar Már kemst í þetta. Hilmar hætti við að elda hann. Skynsamt. Ólafur Valur sestur á völlinn. Vonum að hann sé ekki meiddur. En sýnist á öllu að hann sé að yfirgefa völlinn. Já, hvort hann er skipt út af en Bjarki Steinn er tilbúinn að koma inn á. Bjarki Steinn Bjarkason. Já, hann kemur bara inn á fyrir Ólaf Val. Bjarki Steinn Bjarkason 18 ára á þessu ári. Sonur, eins og þið kannski sjáið, Bjarka Sigurðssonar, fyrirverandi landsliðsmanns í handbolta. Hann var ekki beint í hægra hornið þá bara. Nei, hann kemur á miðjuna. Í staðinn fyrir Ólaf Val, vonum að hann sé ekki alvarlega meiddur. Og í leikmannahóp í að vanta náttúrulega í dag bæði Árna Snæ og hann Hall Flósason og að sjálfsögðu Garðar Bergmann Gunnlaugsson sem hefur ekki ennþá spilað keppnisleik á undirbúningstímabilinu en vonum að það muni horfa til betri vegar þegar að Atli tæpur hann að líður á sumri. Já, Ragnar vinnur hann hérna, þá koma þeir margir hérna Skagamenn en ekki nógu góð sending hjá Ragnari hérna. Óskar Elías komst á milli en þetta var fín staða sem Skagamenn voru í. Voru þarna margir 5-4 Vestmannaeyingar aðeins að hætta sér framar á völlinn en þeir gerðu í fyrri hálfleik. Þannig að Skagamenn fara örugglega í það að reyna að sækja hratt þegar þeir vinna boltann að þeim. Arnar Már vinnur hennan, Ragnar, þá fer Bjarki á stað, hann er rosalega fljótur, sjáu þetta. Það nær ekki alveg til boltan en Stefán Teitur er þar klár. Og Bjarki fær hann hérna aftur, leggur hann út á Ragnar. Ragnar á Arnar, hann heldur skiptingun áfram yfir á Arnór. Arnór snýr við. Hilmar sterkur hérna, kemur honum síðan upp í hornið á Aron en Óskar er á undan en Hilmar er komin hérna inn á vítateginu upp að endamörkum, leggur hann út á Steinar sem að skýtur beint í varnarmann og svo kemur langt skot frá Arnari Má en Derby grípur það auðveldlega og sparkar svo beint upp í loft. Hann hefur ekki alveg náða sigrast á loftabittunum hérna í dag. Hörður tekur þetta innkast.
Bjarki býður sig. Fær svo boltan hérna, reynir. Það fór Atli nokkuð harkalega í unga drenginn. Sterkur föðursvipur hana hjá Bjarka. Hörður tekur innkastið aftur, finnur Steinar Þorsteinsson sem kemur hérna inn á miðuna, skiptir síðan yfir á Hilmar. Aron Ímir fer í utan á hlaupið. Hilmar leitar aftur inn á, finnur Steinar. Steinar á stað, Hilmar, Prísli pressar á hann en Aron Ímir og Prísli ennþá að stríða þeim hérna. Kemur honum á Óskar sem að reynsa svo hérna upp í áttina að Breka. En Arnór er alveg með hann. Kemur hérna skiptingi yfir til hægri. Þá kemur Alfred Már. Kemst hérna fram hjá Herði. En Arnór sterkur hérna. Og Arnar Már skiptir hérna út á Hilmar sem að skallar þetta áfram. En Óskar heyrðir þetta. En Hilmar pressar á hann. Stefán Teitur nær að snúa, glæsilega gert hjá Stefáni. Þetta er hættulegt en fór betur á en á horfðist. Teygði sig hann í boltan, þetta hefði nú en allir ósárir eftir þetta. Mista hann hann örlítið frá sér. Var hann undir pressu og þá er skipting hjá IA. Inn á er að koma Alexander Þorláksson í staðinn fyrir Stefán Teit Þórðarsson sem er búinn að eiga virkilega góðan leik. Það er spennandi að sjá hvernig Alexander fyllir skarðið í dag. Eins og mér hefur verið tíðrætt í þessum útsendingum okkar að Alexander átti náttúrulega stórkostlegt tímabil með Kára síðastliðið sumar. Skoraði ef ég man rétt 19 mörk í 18 leikjum og fór fyrir liðinu þegar að það sigraði þriðjudeildina í haust. En hann er komin inn á fyrir Stefán Teit. Hafþór sterkur hérna. Og Prísli út á Felix. Felix leitar hérna inn á miðuna, finnur Eyþór varamanninn. Fín vörn hérna hjá Arnóri en þeir halda boltanum Vestmannaeyingar. Atli Dagur. Hann á Alfred Már sem að reynir fyrirgjöfina. Eyþór nær til boltans. Hér er skotfæri. Þetta var ekki langt framhjá. Atli Arnarsson fyrirliði með fast skot. Þetta var ekki langt frá markvinklinum. Náðu hann að halda pressunni nógu lengi. En Skarphéðinn hefur ekki mikið þurft að reyna á sig í leiknum hingað til. Mest þurfti að eiga við einhver skot utan af velli og þau sem hafa ratað á ramman. Þá er skipting hjá Vestmannaeyingum. Prísli David Keithley að fara af velli og í hans stað er að koma leikmaður númer 16 Róbert Aron Eysteinsson, fæddur 99. Prísli ekki heilla mig sérstaklega í dag. Það er alls ekki illa meint. En maður svo sem veit að það getur tekið tíma fyrir erlenda leikmenn að komast í takt við leikliðsins. Og það er ennþá töluvert eftir að þessu undirbúningstímabili þó að þetta styttist í því. Hér kemur skot sem að Skarphéðinn þarf ekki að hafa mikið fyrir að grípa. 3-0 þegar að 20 mínútur eru liðnar af síðari hálfleik.
Steinar. Já, þetta öllu skárra, segi ég, hjá IBVF í síðari hálfleik. En hafa svona náða ógna aðeins meira. Hér kemur Alexander. Hilmar í stuðningin, Alexander leitar inn og hann komin inn í teginn, skot í en varnarveggurinn þéttur hérna. Það náða hrúa sér fyrir. Vantaði lítið upp á að Alexander kemur sér í gott færi hérna. Kemur boltinn hérna yfir á hægri kantinn, þar Dagur Austmann upp í hornið á Alfreð Má, en fín vörn á Herðinga sem kemur þess út fyrir og Breki hérna í baráttunni og nær að vinna hornspyrnu. Hörður Ingi eitthvað sár eftir þessi viðskipti sín við Vestmannengarnir hérna niður í horninu á hann. Vonum að hann hristi það af sér. Þá kemur hornspyrna Vestmannenga. Nú þeir margir í teignum og allir Skagamenn mættir. Fleytt áfram, Alexander. Þá fer Steinar á fullt hérna vinstra megin. Ragnar með sér það, skiptir yfir. Steinar hægðist aðeins á þessu en hann Gaprein hér komin inn í vítategin og vinnur hornspyrnu hinum megin. Kraftur í Steinari sem fyrr, búinn að vera virkilega sprækur í dag. Og þá bara hornspyrna hérna að marki Vestmanneyinga. Ragnar Leósson, Bjarki býður sig, gefur hann aftur á Ragnar, Ragnar með hann fastan fyrir og þetta dauðafæri, hvað? Ég sá nú, ég var að Arnór sem að sett hann framhjá þarna fyrir rest, en þetta var stór hættulegt. Þetta gat rokki hvert sem var. Og þá enn önnur skipting hjá Eyjamönnum að vellir að koma númer 24 Óskar Elías Sóega Óskarsson og í hans stað að koma leikmaður númer 14 Nökkvi Már Nökkvason, fæddur 2000. Þetta ungt lið og hann má nú svo sem skjóta því að Eyþór Orri Ómarsson sem kom inn á í hálfleik fæddur 2003 ef að þessi gögn mín eru rétt. Og það segir mér að hann sé 15 ára gamall. Það magnað. Bjarki leitar tilbaka, skiptir hérna yfir á Aron Ími. Aron og Hilmar, hann með tæpa sendingu en Aron nær að halda þessu. Steinar kemst í boltan, leggur hann á Hilmar, þá þeir hérna 3 á 3 nokkurn veginn. Ragnar kemur í stuðning líka, Bjarki hérna vinstra megin. Tekur hann niður, Ragnar Leósson í utanlanhlaupi, Bjarki leitar inn, finnur Hilmar. Hörður á Ragnar. Ragnar tekur sér tíma. Finnur síðan Hilmar Halldórsson. Róaðist hérna, leit vel út á tímabili. Ragnar finnur Steinar. Þorsteinsson með skot en beint á Derby í markinu. Þurfti lítið að hafa fyrir þessu. Nú kemur Felix á flegi ferð upp vinstri kantinn. Þeir eru fleiri í sókninni núna. Breki finnur Felix, vel gert hjá honum. Nei, þetta var ekki Breki, en hann inn í tegnum. Þarna táningurinn Eyþór með skalla en framhjá. Já. Liðið hjá IBVF ungt í dag. Meðalaldurinn í leikmannahópnum hjá 21,4 ára á móti 22,8 hjá IA, en meðalaldurinn á bekknum 19 ár.
hjá Vestmannaeyingum og það er einhver efniviður hann sem þeir hafa. Arnar Hafþór 20 mínútur eftir að leiknum, staðan óbreytt síðan í hálfleiknum. Hörður Bjarki, það er brotið á honum, hann er snöggur að taka þetta, finnur Arnar Má. Arnar leggur á stað, þeir komast fyrir þetta, Eyþór, en Steinar stoppar það, en þeir boltinn gengur núna á milli liðana. Hilmar grimmur í pressunni þarna, Sigurður Arnar nær að koma þessu fram á Alfreð, hann finnur Breka, svo kemur tilraunað langri sendingu á Atla Arnarsinni, en hann slæsaði hann þarna. Alexander er svolítið tilvíðlega kent akkurat í augnablikinu. Arnór skallar þetta vel gert hjá honum. Megni að því sem að Vestmannaeyingar hafa boðið Ía-vörnin upp og hefur vörnin ráðið vel við. Skagamenn hérna spila þetta bara rólega sín á milli. Leggur Hafþór af stað. Finnur Ragnar, hann á Arnar og... Nei, fyrirgefið, þetta var Bjarki og hann á Arnar og svo fann hann Ragnar. Hörður Ingi kominn hérna upp í frímerkið vinstra megin, finnur svo Bjarka Stein. Hann kemur bara með skot, en Derby varði þetta nokkuð auðvitað. Kastar þess út á Felix. Kemur Ágúst Leó, finnur Felix, hann kemur með fyrirgjöfina hérna yfir á fjær, en þar er engin, en Eyþór hirðir þetta hérna út í hægra megin. Reynir fyrirgjöfina, Skarphéðinn endar með þetta í fanginu, lendi í smá fangbröðum hérna við Breka. Hann gerir þetta vel, góð spyrna hjá Skarphéðinni, Steinar, fekk hann hérna frá Alexander. Steinar Þorsteinsson, en fín vörn hjá Degi Austmann, en Steinar nær boltanum aftur og aftur Ragnar. Hörður Ingi er verið að leita tilbaka, skiptir hérna yfir á Arnór Snæ sem að finnur svo Hafþór. Alveg tilbaka á Skarphéðinn. Liggur Skagamönnum er alltaf ekkert á. Þeir eru nokkuð öryggi með sig hérna. Þessi sigur kemur Skagamönnum upp í annarsætið í riðlinum á eftir Valsmönnum. Valsmenn eftir með 9 stig eftir 3 leiki. En Skagamenn koma þá næstir með 6 stig eftir 3 leiki og þar á eftir Víkingur, Reykjavík og IBVF með 3 stig. Hvor eftir 2 leiki, síðan koma Njarðvíkingar með 3 og Njarðvíkingar sigruðu auðvitað Skagamenn í sínu leik í Reykjaneshöllinni í ótrúlegum leik, 4-3 ef ég maður rétt. Og fín vörn hjá Hafþóri var á undan Breka. Þá kemur skipting aftur hjá IBVF og það er, sýnist mér, Breki Ómarsson sem er að fara að velli. Hann er svo sem ekki gamall, fæddur 98 og í hans stað er að koma leikmaður númer 23, Frans Sigursson, fæddur 99. Og já, Skagamönnum er líka skipting. Arnar Már
er farin af velli og Guðfinnur kemur í hans stað og eins er Þórður Þorsteinn Þórðarsson kominn inn á í staðinn fyrir Hilmar Halldórsson. Korter eftir. Guðfinnur vinnur hérna boltan fyrir Skagan. Steinar reynda að stinga honum handinn á Ragnar Leósson en vörnin vel á verði hjá IBVF. Þá kemur Felix. Hann er búinn að vera nokkuð djarfur fram á við og Aron Ímir brýtur hérna á Óskari. Nei, Ágústi fyrirgefið. Og aukaspyrna á stórhættulegum stað sem að Vestmannaeyingar eiga. Ná Vestmannaeyingar að minnka munin hérna. Fá smá sárabætur. Það getur ennþá að hellingu gerst í þessum leik. Kemur spyrnan en Arnór Snær er eins og kongur í ríki sínu. Þarna stangar þetta frá. En kemur löng sending hérna aftur inn. Hörður Ingi skallar þá frá. Og enn á Vestmannaeyingar og aftur er það Arnór. Þetta er ekki búið. Þórður Þorsteinn dæmdur brotlegur og aukaspyrna jafnvel enn hættulegri staðinn áðan. Þetta er skotfæri en Þórður Þorsteinn liggur eftir. Við fengið hérna eitthvað högg á höfuðu sýndist mér hérna í þessum viðskiptum sínum en ekkert. Það er einfallega bara árekstur. Það er í nokkuð vissum en hann er eitthvað ekki alveg ánægður með þetta. En hér er stór hætta og ég get ekki betur séð en að það sé. Hver er það? Óskar kemur spyrnan, hún fer í gegnum vegginn eða framhjá honum og framhjá markinu. Meni þetta var fyrirliðinn Atli. Hörður langa sendingu hérna í áttina að Alexander en Sigurður Arnar vann hann í loftinu þarna. Hörður Ingi, Bjarki Steinn. Guðfinnur. Það er nú að tala unga menn hjá IBVF. Guðfinnur fæddur 99. Það er virkilega gaman að og eitt af því sem við erum mjög stolt af hérna Skagamenn að inn á vellinum eru nánast eingöngu heimamenn, þó ekki algjörlega. En obbinn og kjarninn og meiri hlutin í leikmannahóp Skagamanna eru uppaldir Skagamenn. Það er eitthvað sem að mér persónulega finnst algjörlega til eftirbreytni og mörg félög mættu taka sér það til fyrirmyndar. Og eru Skagamenn hérna að reyna að byggja eitthvað upp. Þetta hefur nú aðeins dofnað eftir sem að líður á hjá Skagamönnum en Vestmannaeyingar öllu líklegri núna en síðari mínútur. Bjarki pikkar þetta upp hérna út kantinum, reynir að finna Hörð, tekst ekki, Atli kemst í boltan og þá eru Vestmannaeyingar komnir hérna. Fín vörn hjá Arnóri sem að stoppaði þessa fyrirgjöf hans Dags.
Kemur hornspyrnan hjá IBVF. Nú er margir eftir á næstöngina og Hörður kemur þessu bara beint tilbaka og hér kemur skot en það er langt fram hjá Alfreð Má. 10 mínútur eftir. Staðan sem fyrr 3-0. Skarphéðins beinni frá markinu, Alexander í baráttunni en Alfreð Már hefur betur. Alfreð síðan með langa skiptingu hérna yfir en þeir ná ekki að hafa valdi á boltanum. Ágúst Leó sem er búinn að eiga annars ágætisleik. Náði ekki valdi á boltanum hana. Skagamönnum gengur lítið verra að halda boltanum þessa stundina. Og kemur Felix. Finnur Atla. Hann aftur á Felix sem er í fyrirgjáfa stöðu og stuði. Alexander kemur honum hann á Steinar sem hann næri ekki alveg að koma honum, leggja hann fyrir sig og þá koma Eyjamenn einu sinni en eru konurinn á vítategin hérna lagt út en vörnin nær að standa þetta af sér. Eyþór og fín vörn hjá Bjarka. Bjarki undir pressu, kemur honum á Ragnar Leósson sem að vinnur síðan innkast og losa pressuna. Það er kannski ekki úr vegi að minna á næstu beinu útsendinguna hérna hjá okkur á IA TV. Hún er annað kvöld þegar að IA tekur á móti Breiðabliki í fyrstu deild karla í körfuknattleik. Útsendingin hefst á slaginu 7, leikurinn korter yfir. Við hvetjum ykkur að sjálfsögðu til að fylgjast með því. Ekki síst Eyjamenn sem eru kannski að horfa. Það er að gera að finna sér nýtt uppáhaldslið í körfunni í fyrstdeildinni. Fylgjast með því, Steinar er hérna kominn í baráttu, glæsilega gert hjá honum, hann finnur Alexander sem er í dauðafæri og hann skorar. Alexander Már Þorláksson eykur muninn enn frekar í 4-0 á 83. mínútu. Já, ég er búinn að komast að því að ef ég er að bladra bara með eitthvað sem að kemur engum við og þá gerist eitthvað í leikjónum yfirleitt. Það er spurning hvort ég ætti að gera meira að því. (4-0) fín staða fyrir Skagamenn og þeir ætla sér eflaust að reyna að koma sér í úrslitakeppnina hérna í Lengjubikarnum en Bjarki Steinn kemur hér, reynir að komast fram hjá Degi en tekst ekki en Vestmannaeyingar ná að verjast þessu. Derby var komin hann út úr markinu. Hörður á Ragnar. Eyþór lætur finna fyrir sér. Það er gaman að sjá að ungi menn er ekkert að sýna allt of mikla virðingu. Þeir eru mættir til þess að spila eins og karlmenn. Aron. Boltinn út fyrir og innkast. Atli skiptir hérna yfir á Ágúst er þar. Þá koma þeir margir núna hérna, þeir eru 6 hérna í vítategnum, í kringum vítategin. Fyrirgjöfin er allt of innarlega hjá Felix og boltinn siglir aftur fyrir. Þeir eru að reyna miklu meira en þeir gerði í fyrri hálfleiknum. Það er þó töluvert betri leikur Eyjamanna hérna í síðari hálfleik.
gengið illa hjá Ía svo sem að skapa sér eins góð marktækjafæri eins og þeir gerðu í fyrri hálfleiknum og virtust geta gert það nánast bara að vild en Ragnar og Eyþór í baráttunni og Ragnar dæmdur brotlegur og deila þeir miðjunni bræðurnir Ragnar og Guðfinnur Leósinnir Ágúst kemur skipting hérna yfir í áttina að Alfreð en Hörður Ingi tekur það Bjarki á Hörð og kemur Ragnar Leósson og fín vörn hann hjá Sigurði Arnari sem að stoppaði hann Hörður Ingi tilbaka á Arnór Já, ég veit ekki hvort að þessi leikur gegn Njarðvík á eftir að býta Skagamenn í rassinn. Þetta var náttúrulega stór furðulegu leikur sem að réðist í uppbóta tíma sigurmark á 94. mínútu ef maður rétt hjá Njarðvíkingum sem voru þó búin að leiða 2-0 og 3-1 ef ég man rétt. En allavega var 3-3 þegar að 90 mínútur voru komnar á klukkuna og fín barátta hérna hjá Vestmannaeyingum. Sending fram Alexander. Hann með varamanninn Nökkva í bakinu. Skiptir síðan hérna yfir. Það Aron Ýmir. Aron Ýmir finnur Þórð. Þórður afturinn á Aron Ýmir. Þetta vel spilað hjá Skagamönnum og Aron með fastan fyrir. En hann siglir bara fram hjá markinu. Sá nú ekki hver það var. Hvort það var Alexander sem að bauð sig þarna út í tegnum. Hvort að það hefði verið skynsamlegri nálgun hjá Aroni að leggja hann þar út. En svo fór sem fór. Staðan ennþá 4-0. Derby, Hafþór skallar þetta frá en Ágúst í boltanum, finnur, svo Felix hérna upp vinstra megin, hefur nógan tíma, Þórður Þorsteinn setur aðeins á hann og tekur á hann boltan og losar hann hérna upp, þeir eru fallnir djúpt núna Skagamenn. Nökkvi á Eyþór hérna komin í, við það að koma sér í færi en Arnór enn sem fyrr. Ekki hvort við ættum að fara koma okkur upp þeirri hefð hérna hjá okkur að velja mann leiksins en það erfitt að velja það í dag. Margir búnir að vega virkilega góðan leik hjá Ía. Hér Ágúst með fínan skalla, fekk hérna nógan tíma og frið til þess að stýra þessi 8 marki en boltinn sem betur fer örlítið framhjá en það eru margir sem að koma til greina myndi ég segja sem menn leiksins. Stefán Teitur átti virkilega góða spretti sem og margir aðrir en hér myndi ég segja að væri maður leiksins að mínum að Steinar Þorsteinsson sem þarna hefði átt að fá aukaspyrnu en hann búinn að vera virkilega sprækur og ég þessi einsmanns dómnefnd ætlar að útnefna hann mann leiksins fyrir mitt leyti. Kemur fín sending hérna hjá Bjarka. Þórður í baráttunni og þarna Steinar við það að komast inn fyrir en Sigurður Arnar sýndist mér komst í boltan á undan honum. Bjarki, Eyþór pressar á hann. En þó ég velji einn mann þá eins og ég segi það erfitt að gera upp á milli því að mjög margir af leikmönnum í að hafa átt virkilega góðan leik. Miðjan, vörnin verið mjög sprækir fram á við á stórum köflum, virkilega skemmtilegt og leiftrandi spil á köflum. Bjarki finnur innkast.
Steinar enn í boltanum hérna, komin upp að endamörkum, tekur snúning, skemmtilega gert og þetta hlýtur að vera aukaspyrna, já. Þetta var virkilega skemmtilega tilþrif hjá Steinari og fær aukaspyrnu og þá kemur Ragnar Leónsson á vettvang þegar 90 mínútur voru að detta á klukkuna. Ætli Skagamenn á að bæta við einu viðbót. Kemur spyrnan á Ragnari, hún först á fjarstöngin og Hafþór við það að komast í boltan. Hann hefði náttúrulega setja bara hausinn í þetta. En boltinn aftur fyrir og Derby spyrnir þá frá markinu og bara uppbóta tíminn eftir. Erfitt að segja hver hann Það verið töluvert skiptingar en litlar tafir á leiknum að öðru leyti. Bjarki í baráttunni nær að koma þessu frá en Atli vel gert hjá Guðfinni, Ragnar og Alexander enda með hann. Arnór Snær með sendingu hérna upp í hægra hornið á Þórð Þorstein. Þórður finnur Ragnar. Skagamenn ennþá að reyna. Bjarki Steinn. Bjarki á Alexander, afturinn á Bjarka. Bjarki svo með fyrirgjöfin en hún innanlega og Derby hirðir þetta. Finnur svo Felix en Þórður Þorsteinn tekur hann á honum auðvitað og finnur síðan Steinar Þorsteinsson sem komin upp á endamörkum. Lyftir honum út í teginn en þar enginn. Steinar hins vegar fær hann aftur. Heldur honum hérna uppi í horninu. Kloppi hér. Finnur Þórður í skotfæri, reynir skotið, það víðsfjari. Já, nú saga til næsta bæjar, Kloppi og Héring á nánast sömu sekundinni. Ég vissum að einhverjum finnst það gaman. Fyrir þá sem veit ekki hvað Héring það þegar þulur og lýsandi leiksins segir orðið hér. Sem var þótti mjög vinsælt á RÚV á sínu tíma. Ingólfur Hannesson var sérstakur meistari í þessu og var reynir náttúrulega herma eftir þeim bestu í þessu. Alexander, Finnur Þórð, 5 Skagamenn núna hérna í sókninni, reynir fyrirgjöfina en Sigurður Arnar komst í þetta og við það flauta til leiksloka. Aðalbjörn Heiðar flauta til leiksloka. 4-0 sigur Skagamanna staðreynd. 3-0 í hálfleik. Þetta byrjaði allt með glæsilegu marki Stefáns Teits á 9. mínútu. Ólafur Valur bætti við öðru marki á 38. og svo Hilmar Halldórsson eftir skemmtilega sókn á 43. mínútu. Síðan var það ekki fyrir en aftur á 83. mínútu sem að Alexander Þorláksson bætti við 4. markinu. 4-0 sigur í þessum skemmtilega leik. Við þökkum kærlega fyrir áhorfið hér. Örn Arnarsson heiti ég. Með mér var á myndavélinni Arnar Óðinn Artúrsson. Við erum IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman. Við verðum næst á dagskrá annað kvöld á Íþróttahúsinu á Vesturgötu. Þar sem við sýnum leik IA og Breiðabliks í fyrstu deild karla í knattspyrnu. Þangað til sendum við hlýjar og góða kveðjur til Vestmannaeyja og til ykkar allra sem horfðuð í dag. Verið þið sæl.